Sælt fyrir fólkið, Kristinn Schram heit ég, dósent í þjóðfræði og ætla að kynna fyrir ykkur grunnnám í þjóðfræði. Í grófum dráttum þá ætla ég að fjalla þjóðfræðina sem fag og gefa ykkur svona innsýn í samsetningu námsins, gefa ykkur líka dæmi af námskeiðum og lokaverkefnum, gefa ykkur innsýn inn í alþjóðlegt tengslanet sem auðvitað mikilvægt, sérstaklega eftir nám og ætla ég að fjalla þetta svona framhaldslíf, líf eftir framhaldsnám og hvað gera þeir þjóðfræðingar sem hafa klárað grunnnám í þjóðfræði hjá okkur. Og svo ætla ég að sýna ykkur aðeins hvernig þið getið fræðst meira þjóðfræðina á internetinu. En hvað snýst þjóðfræðin? Hvernig erum við, kennararnir og nemendurnir, hvað gerum við og hvernig urðum við svona? Þjóðfræðin snýst í grundvallaratriðum það að skoða daglegt líf, hversdagsmenningu og menningu bæði á okkar dögum og áður fyrr. Við skoðum hversdagsmenningu í sögulegu og alþjóðlegu samhengi og þetta alltaf með gagnrýnum hætti og í samtali við samfélagið og reynum að miðla líka til samfélagsins af okkar rannsóknum. Hvað snýst svo námið? Þið sem byrjið í grunnnámi í þjóðfræði eigið að tileinka ykkur hugtök og sjónarhorn þjóðfræðinnar. Það eru ýmsu kenningar og rannsóknaraðferðir sem eru af sumu leyti sameiginleg mörgum öðrum fögum innan félagsvísinda og hugvísinda en eru líka sértæk og felast í sérstakri rannsóknarsögu og vísindalegum vinnubrögðum og þið lærið að vera gagnrýnin og vinna verkefni einmitt viðfangsefni sem kveikja í ykkur sjálfum. Þjóðfræðingar almennt rannsaka siði og venjur, sögur og sagnir, heimilis- og atvinnuhætti, trú og tónlist, fatnað og matarhætti, kyn og stétt, mannslíkamann og mannlífið, aga og nautnir, samfélag og menning á 21. öld, en líka bara á miðöldum og allt þar á milli. Og ef við ættum að taka svona eitthvað eitt hugtak út úr allri þessari súpu innan þjóðfræðina, þá held ég að það væri hversdagsmenning. Og hversdagsmenningin hún birtist bæði í því sem við köllum tjáðamenningu sem og í efnismenningu. Dæmi tjáðumenninguna væri það kannski sagnir og ævintýri, hátíðir, hefðir, venjur og lífshættir, en efnismenning hins vegar allt sem við getum þreifað á og bankað í. Það eru hlutir, heimilið, líkaminn, matarhættir og svo ég sýni ykkur nú nesti mitt og föt, en líka bara allt umhverfi okkar og náttúra. Öll upplifum þessa þætti í okkar daglegu lífi í einum hrærigraut. Stundum lyftum við þessum hlutum upp á plan menningararfs. Við beitum ákveðinni fagurfræði þegar við performerum þjóðfræðaefni eða flytjum það fram. Og svo mótar þetta alla okkar lífshætti, lífssýn og heimsmynd fyrr og nú og þess vegna þjóðfræði mjög mikilvægt fag fyrir okkur sem einstaklinga og hópa og þjóð og reyndar heimsbyggðina alla. Því að allar þessar aðkallandi áskoranir sem við stöndum frammi fyrir, hvort sem það að skipta trú fyrir 1000 árum eða að bregðast við faraldri eða loftslagsbreytingum eða fólksflutningum eða fjölmenningu í dag, þá það ekki síst í hversdagsmenningunni sem við höfum tækifæri til þess að skilja og móta umheiminn og hafa áhrif. Námið sem sagt sett saman af 3 árum í grunnnáminu. Þetta mjög fjölbreytt námsframboð sem einkennist af skyldunámskeiðum í bland við valnámskeið, bundið val og frjálst val, þar sem líka hægt að taka úr öðrum greinum. Og svo ljúkið náminu með því að skrifa lokaritgerð sem sagt eitthvað málefni sem brennur á ykkur.
Þetta mjög þétt og spennandi deild, félagsmannfræði og þjóðfræði deildin og námsbraut í þjóðfræði einkennist af mjög sterku samfélagi þjóðfræðinema og auk þess umsjónarmannakerfi, þannig að það umsjónarkennari sem fylgist með ykkur í gegnum námið og kemur veg fyrir að þið villist á göngunum. Öll okkar námskeið eru meira og minna í fjarnámi, þannig að hægt að taka námið allt þó að þið séu fjarstödd og getið ekki mætt í tíma. Lokaverkefnin okkar þau sýna þetta og spanna þetta fjölbreytta svið þjóðfræðinnar. Þið sjáu dæmi þarna mannlíf á borð við gleðigönguna. Það eru lokaritgerðir á sviði þjóðsagnafræði eins og sagnadansar og jafnvel mannátt í íslenskum sögnum. Líka íþróttir og matarmenning, fatnaður og menningararfur og sem hann birtist hjá leiðsögumönnum og einnig hlutverk húmors í bataferli fíkla. Svo sem gefið bara nokkur dæmi. Og eins sjáum við það í námskeiðunum hversu breytt svið þjóðfræðin hvort sem það borgarþjóðfræði, efnismenning, hlutirnir, heimilið og líkaminn, húmor og hæðni, ímynduð samfélög og þjóðmenning, íslensk ævintýri og samfélög. Allt kemur þetta bæði frá tjáðri menningu og efnismenningu og við reynum að gefa ykkur góða breidd þar á milli. Sjáum við fleiri dæmi hér. Alþjóðleg tengslanet eru mjög mikilvæg og þið sjáið það á þessu korti til dæmis hversu útbreidd þjóðfræðin allan heim og sýnir sig í mjög gefandi ráðstefnum sem haldin eru á vegum hinna og þessa þjóðfræði félaga. En hægt að fara í skiptikennslu og við mælum mjög sérstaklega með því að þið takið ykkur erlendis og lærið þjóðfræði við marga háskóla sem eru með fyrsta flokks þjóðfræði nám. Og eftir námið fara þjóðfræðingar oft í menningar- og menntageirann, oft inn í menningarmiðstöðvar og fjölmiðla. Þetta nám sem nýtist mjög vel í öll nýsköpunarstörf og ferðaþjónusta. Auðvitað fara margir þjóðfræðingar í rannsóknir, stjórnunarstörf og kennslu, en margir fara líka í þáttagerð, kvikmyndagerð, sýningagerð og önnur skapandi störf. Og svo eru það sum eins og ég sem hafa lengst í framhaldsnámi og farið út í fræðastörfum og þið getið kynnt ykkur framhaldsnámi hjá okkur í sambærilegri fjarkynningu á YouTube. Þjóðfræðingar þeir fara eins og áður sagði út í hin ýmsu störf og hér sjáið þið mikið úrval af nemendum sem farið hafa út í samfélagið og gert það gott með þennan bakgrunn sem nýtist ekki síst í lífinu sjálfu og með því þakka ykkur fyrir og hlakka til að taka á móti ykkur þegar að því kemur.